Þá er komið að 9. liða dagskrá, fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar, seinni umræða, til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Í dag tökum við seinni umræðu fjárhagsáætlun 2022 til 2025 en fyrri umræða fór fram hér í bæjarstjórn 16. nóvember síðastliðinn og var þá vísað til frekari yfirferðar í bæjarráði og síðari umræðu hér í bæjarstjórn. Á milli umræðna hafa ekki verið gerðar miklar breytingar en þó nokkrar. Ber þar helst að nefna að fjármagnsliðum var breytt í ljósi breyttra forsenda verðbólguspá. Hækkun var gerð á áætluðu útsvari byggt á útkomuspá ársins 2021. Samþykkt var fjárheimild vegna aðgerðaáætlun eldri borgara, auk þess lítisháttar breyting var gerð á áætlun vegna glerauglögar vegna aukins opnunartíma. Þá var sett inn í framkvæmdaáætlun aukinn kostnað vegna nýframkvæmda í gatnagerð, vegna nýs hverfis og Borgarbrautar og tilfærsla vegna kaupa á bifreið fyrir slökkvilið svo helstu breytingar séu tíundað. Fjárhagsáætlun var kynnt á íbúafundi síðastliðinn þriðjudag og óhætt að segja að vel hafi tekist til og eftir að hafa nú verið með slíkar rafrænar kynningar síðastliðin 2 ár tel ég að þetta form sé komið til að vera og er mun hentugra til að ná til og upplýsa bæjarbúa. En fyrst að lykilforsendum fjárhagsáætlunar. Gert er ráð fyrir að hagvöxtur verði 5,3% á næsta ári og verðbólga 3,3% en forsendur þessar eru fengnar og nýútkomin í þjóðhagsspá Hagstofunnar og hefur fjárhagsáætlun verið uppfærð miðað við hana. Kjarasamningar eru við flest öll stéttarfélög en þó er, eins og fólk hefur orðið var við í fréttum nýlega ósamið við nokkur stéttarfélög og er kjarasamningur við kennara þar langstærstur. Í áætlun er gert ráð fyrir að íbúar bæjarins verði 19.822 í lok árs 2022 og muni fjölga 250 árinu. Ánægjulegt er að sjá að fjölgun yfirstandandi árs er mun meiri en ráð var fyrir gert en þann 1. desember síðastliðinn hafði íbúum bæjarins fjölga 370 manns á síðustu 12 mánuðum og vonandi munum við sjá áframhaldandi þessa þróun. Varðandi forsendur tekjuáætlunar þá höfum við hér á fyrr á fundinum bæði samþykkt útsvarsprósentur, fasteignaskattsprósentur sem og gjaldskrár og þarf við að tíunda það hér aftur. En aðeins að heildartölum og rekstrarniðurstöðum. Áætlun 2022 gerir ráð fyrir að halli ársins verði 624 milljónir króna sem er mun betri afkoma en útkomuspá í yfirstandandi árs. Við munum svo sjá jákvæða þróun á komandi árum og gangi áætlun eftir verðum við strax komið með jákvæða niðurstöðu á árinu 2023. Það er krefjandi verkefni og mikilvægt að sú bæjarstjórn sem við tekur haldi áfram á þeirri braut sem við erum að marka með þessari áætlun. Viðsnúningur í rekstrinum er afar mikilvægur í ljósi jafnvægisreglunar í rekstri sveitarfélaga en jafnvægi þarf að vera á rekstri A og B hluta á 3 árum, 3 ára tímabili. Það er fyrra árs, yfirstandandi árs og áætlunar árs. Það er skylda okkur að slíkt jafnvægi náist. Sveitarfélögum var gefin afsláttur af jafnvægisreglunni vegna COVID til ársins 2025 og miðað við þær forsendur sem hér eru lagðar fram ætti það jafnvægi nást á áætlunar tímabilinu. Í rekstrarreikningi samstæðuna A og B hluta er gert ráð fyrir að tekjur verði 27,3 milljarðar króna en rekstrargjöld fyrir utan fjármagnsliði verði tæpir 24 milljarðar. Niðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði er því jákvæð ríflega 3,3 milljarðar. Afskriftir eru 2.117 milljónir króna, fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur nema 1.801 milljón króna og áætlaður tekjuskattur 45 milljónir króna. Rekstrar niðurstaða A og B hluta er neikvæð eins og áður segir 624 milljónir króna. Samkvæmt yfirlitum sjóðstreymi samstæðunnar er veltufé frá rekstri áætlað 3.205 milljónir króna eða sem svarar 11,7% af rekstrartekjum. Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum eru áætlaðar 3.362 milljónir króna. Afborganir langtímalán eru áætlaðar að nemi 1.527 milljónir króna og gert er ráð fyrir að tekin verði lán fyrir 1.468 milljónir króna árinu 2022.
Samkvæmt áætlun gert ráð fyrir að handbært fé sveitarfélagsins verði tæplega 1,8 milljarðar króna í árslok 2022. Áætlaðar eignir sveitarfélagsins í efnahagsreikningi 31.12.2022 verði bókfærðar á 61,4 milljarðar króna. Þar af eru veltufjármunir 4.952 milljónir króna. Skuldir sveitarfélagsins með lífeyrisskuldbindingum áætlaðar samkvæmt efnahagsreikningi 37,7 milljarðar króna og skammtímaskuldir 5.430 milljónir króna. Bókfært eigið fé áætlað að nemi 23.690 milljónir króna í árslok 2022 og eigið fjárhlutfall 38,5%. Skuldir sveitarfélagsins áætlaðar í árslok 2022 138% af tekjum. Hér að ræða skuldahlutfall en ekki það skuldaviðmið sem stjórnvöld setja rekstur sveitarfélaga sem verður áætlað 102% í árslok 2022 og sveitarfélaga því vel innan þeirra marka sem sett fjárhagslega stöðu sveitarfélaga. Örstutt rekstur A-hluta. Gert ráð fyrir að tekjur A-hluta sveitarfélagsins verði 22.260 milljónir króna. Rekstrargjöld A-hluta áætluð 21.192 milljónir króna og rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða jákvæð 43 milljónir króna. Fjármagnsliðir áætlaðar 1.058 milljónir króna og áætlunin gerir ráð fyrir að A-hluti sveitarfélagsins skili neikvæðri rekstrarniðurstöðu upp á 1.014 milljónir króna, eða maður segja 1.015, svo við námyndum þetta nú rétt. Samkvæmt yfirlitum sjóðstreymi veltufé frá rekstri hjá A-hluta áætlað 1.363 milljónir króna eða sem svarar 6,1% af rekstrartekjum. Skoðum aðeins skiptingu aðalsjóðs. Til fræðslu og uppbyldismála fara 9.149 milljónir króna eða sem svara 43% af rekstrarkostnaði aðalsjóðs. Til félagsþjónustna fara 4.864 milljónir króna, til æskulýðs- og íþróttamála 2.338 milljónir, til umferðar- og samgöngumála 1.142 milljónir, í sameiginlegan kostnað 1.020 milljónir króna og til menningarmála áætlað að fara 964 milljónir króna og hafa þó helstu málaflokkar verið upptaldir. Ég ætla hér á eftir að reifa stærstu málaflokkana en vísa annars til greinargerðar sem lögð verður fram með fjárhagsáætlun varðandi frekari upplýsingar. Fræðslumáli langstærsti málaflokkurinn og fer eins og áður segir 43% af útgjöldum aðalsjóðs til málaflokksins og gert ráð fyrir að útgjöld til málaflokksins aukist tæpar 600 milljónir króna milli ára. Grunnskólar taka langstærsta hluta eða sem svara 5,7 milljörðum króna og 8 grunnskólar í rekstri hjá sveitarfélaginu. Áætlaður nettókostnaður leikskóla 2,8 milljarðar króna sem rekstrarkostnaður 10 leikskóla í bænum. Þegar við skoðum kostnað per barn sjáum við að gert ráð fyrir 2,1 milljón króna á hvern grunnskólanemanda og 2,9 milljón króna á barn í leikskóla og rétt að árétta að þetta nettókostnaður að frádregnum leikskólagjöldum. Gert ráð fyrir 4,5% hækkun á leikskólagjöldum eins og kom fram hér áðan og sérstakt álag vegna yngri barna verði fellt út. Félagsþjónustan annar stærsti málaflokkurinn og 23% af útgjöldum aðalsjóðs renna til hans. Við sjáum þá þróun sem orðið hefur á málaflokknum frá árið 2018 en útgjöld til málaflokksins hafa aukist ríflega 1,1 milljarð króna og þá ekki tekið tillit til þess að öldrunarheimilin ekki lengur í rekstri. Þannig að má segja að þessi tala sé eitthvað hærri. Málaflokkur fatlaðra tekur langstærsta hluta af félagsþjónustunni eða 3,4 milljarðar króna eða sem svarar 70% af rekstri félagsþjónustunnar. Því miður hefur halli á málaflokknum aukist á liðnum árum og nú áætlaður yfir 600 milljónir króna. Hluti af þessum má rekja til aukinna þjónustuþarfa sem kallað hefur meðal annars á fjölgun stöðugilda og launahækkanir hafa líka sitt að segja í þessum málaflokki. Því miður hafa fjárframlög ríkisins til málaflokksins ekki fylgt eftir þessari þróun og mikilvægt að leiðrétting fáist án frekari tafa, þannig ekki þurfa að koma til skerðingar á þjónustunni en við höfum lagt rík áherslu á að draga ekki úr þeirri þjónustu sem við erum að veita í málaflokknum. Á liðnu ári létum við gera úttekt á starfseminni og mikilvægt að rýna þá úttekt vel auk þess sem við bindum vonir við að starfshópur sem í gangi á vegum ríkis og sveitarfélaga skilir fljótlega frá sér samantekt á stöðu málsins í landinu í heild og leiðréttingar fáist á fjárframlögum til málaflokksins.
Aðeins að æskulýðs- og íþróttamálum sem þriðji stærsti málaflokkurinn. Við sjáum hér þróun málaflokksins á liðnum árum. Kostnaður til málaflokksins dregst saman milli ára þrátt fyrir verulega launahækkanir og styttri vinnutíma, sem skýra má meðal annars af því að ráðist var í breytingar á vinnufyrirkomulagi innan íþróttamannvirkja bæjarins, skipulagsbreytingum sem og að skerða opnunartíma í glerálög, eins og mikið hefur verið rætt um. Ég hef hér reifað 3 stærstu málaflokkana en vísa enn og aftur til áðurnefndrar greinargerðar með fjárhagsáætlun. En þá að framkvæmdum. Í fyrri umræðu hér í fjárhagsáætlun fór ég yfir heildarfjárfestingar ársins 2022. Eins og kom fram hér í upphafi hafa verið gerðar smávægilegar breytingar á framkvæmdaáætlun í uppbyggingu gatna sem og eignasjóði vegna slökkvibifreiðar. En heildarfjárfestingar ársins 2022 eru 3.361 milljón króna áætlaðar og þegar horft til áranna 2022 til 2025 gert ráð fyrir að fjárfesta fyrir tæpa 15 milljarða króna. Fjárfestingar í fræðslumálum eru áætlar 1,5 milljarða króna á áætlunar tímabilinu, þar sé af árunum 2022 til 2025. Þar stærst að tekin verður upp þráðurinn við enduruppbyggingu Glerárskóla, ásamt því að lokið verður við seinni Álmu, Lundarskóla á vormánuðum eins og menn muna þurftum við að bregðast snöggt við í enduruppbyggingu eftir að uppkom mygla í skólanum. Óhætt að segja vel hafi tekist til með þær framkvæmdir. Finnst mér sérstök ástæða til þess að hrósa bæði starfsfólki umhverfis- og mannvirkjasviðs fyrir snögg og fumlaus vinnubrögð sem og skólastjórnendum Lundarskóla sem voru lausnamiðuð í öllum sínum aðgerðum. Þá áætlað að fara í lóðaframkvæmdir bæði við Oddeyrarskóla og Síðuskóla á tímabilinu og 130 og 120 milljónir áætlaðar til þess. Annað í fjárfestingu fræðslunnar eru 190 milljónir og eins og áður sagði þá samtals fjárfesting á þessu tímabili í fræðslumálum 1,5 milljarður króna. En horfum aðeins til fjárfestinga í íþróttamannvirkjum eða fjárfestinga í æskulýðs- og íþróttamálum skulu orða það þannig að við erum að áætla það að verði ríflega 1,3 milljarðar krónar af þessu áætlan tímabili. Þar erum við að halda áfram uppbyggingu í samræmi við samþykkta uppbyggingarskýrslu íþróttamannvirkja, félagsaðstæði í skautahöllinni verður tekin. Við förum í uppbyggingu á félagsvæði Káa með gervigrasvelli og stúku sem og endurnýjun á eldra gervigrasi. Þá liggur fyrir að fara í endurbætur á innisundlu Akureyrarlaugar sem liggur undir skemmdum og því brýnt að koma því inn í framkvæmda áætlun. Þá verður farið í búningsklefa íþróttamiðstöðinni í Glerárskóla sem í raun framhald af framkvæmdum við íþróttahúsið fyrir 1 eða 2 árum síðan, líklegast. Tíminn fljótur að líða. En aðeins að öðrum framkvæmdum, þegar við skoðum aðra framkvæmdir á áætlunartímabilinu hjá A-hluta þá gert ráð fyrir að fjárfestingum í götum og stígum fyrir 2,1 milljarða króna ríflega, en sem í rauninni 4,7 milljarða króna. En áætluð gatnagerðargjöld á móti framkvæmdum á tímabilinu eru áætlaðar 2,6 milljarður króna. Við erum að gera ráð fyrir 1.750 milljónir króna í ráðhús en stefnt til að því að koma allri stjórnsýslunni á einn stað á áætlun á tímabilinu. En gert ráð fyrir að sú aðgerð ein og sér muni spara 100 milljónir króna á ári í rekstrarkostnað. Í áætlun gerum við ráð fyrir 380 milljónir króna sem er 15% framlag bæjarins til uppbyggingar á nýju hjúkrunarheimili. Ég get ekki látið hjá líðast að segja mína persónulega skoðun á þessu að mér finnst í rauninni vera orðin tímaskekkja að sveitarfélög sé að koma að uppbyggingu hjúkrunarheimila. Á sínu tíma voru sveitarfélög þátttakendur líka í heilsugæslustöðvum en þegar ríkið tók alfarið yfir reksturinn þá datt þetta nú upp fyrir og það eingöngu það að sveitarfélög eiginlega skuldbundin til að leggja lóðir undir þessar framkvæmdir sem náttúrulega líka pínlítið skakt að mínu mati, en mér finnst þessi eða krafa það að sveitarfélög komi að uppbyggingu hjúkrunarheimila með 15% framlagi og sýnir sig bara vel í því máli sem við stöndum nú í varðandi fasteignir bæjarins eða fasteignir öldrunarheimilana, að þetta í rauninni bara til þess að flækja málið að vera með þetta slíkt samkrull að mínu mati. Látum það nú vera. Ýmsar fjárfestingar eru áætlaðar 5.229 milljónir króna og heildarfjárfesting A-hluta á árunum 2022 til 2025 er áætlaðar rétt rúmur 8 milljarðar króna.
Fjárfestingar B-hluta verða samtals 6.915 milljónir króna gangi áætlanir eftir. Norðurorka á stærstan hluta af þessum framkvæmdum, alls ríflega 5 milljarðar króna. Hafnasamlag áætlað að framkvæma fyrir 688 milljónir króna. Félagslegum íbúðum erum við að tala 835 milljónir króna. Þar erum við að tala uppbyggingu þjónustukjarna. Bifreiðastjórar með 96 milljónir króna framkvæmdir, strætó 145 milljónir. Þar erum við að endurnýja flotann eins og nauðsynlegt og í Hlíðarfjalli gert ráð fyrir 120 milljónir. Samtals þetta 6.915 milljónir króna í B-hluta og eins og kom fyrir á það þá þetta einhverjum rétt 15 milljarðar í heild hjá A og B-hluta á þessu tímabili. Ágætu bæjarfulltrúar, svona í lokin langar mig til, eftir 12 ára setu hér í bæjarstjórn, að bregða upp uppáhaldinu mínu, það hlutfalli veltu fjár frá rekstri. Og bera það svolítið sama við hlutfall af fjárfestingum af rekstratekjum. Ef við skoðum þetta 12 ára tímabil hjá A og B-hluta sjáum við að hlutfall veltu fjár hærra en fjárfestinga framan af tímabilinu sem heilbrigt ástand þegar horft til lengri tíma. En árinu 2018 varð breyting á sem má skýra meðal annars með miklu framkvæmdi hjá Norðurorku, bæði hita og fráveitu. Og á sama tíma lækkaði að vísu hlutfalli veltu fjár rekstri aðeins. Við sjáum svo augljóslega áhrif COVID á árinu 2020 þar sem veltufé frá rekstri fer alveg niður undir 8% hjá samstæðunni. Við sjáum hins vegar miðað við áætlanir mun þetta réttast af á komandi árum. Við bæjarfulltrúar hins vegar höfum dálítið meira bara A-hlutann að segja og mér finnst ástæða til að benda á þetta að þar erum við líka að sjá þessa þróun en mér finnst svona eftir 12 ár og hafa sett hér í bæjarstjórn, þá finnst mér ástæða til þess að benda á það að árinu 2013 til 2019 var veltufé frá rekstri hærra heldur en fjárfestingar. Það er að segja það að við vorum í rauninni að búa til fjármuni í rekstrinum til þess að standa undir fjárfestingum og þar af leiðandi gátum við komið vekk fyrir skuldasöfnun. Það hins vegar að breytast núna frá árinu 2019 eða 2020 og þetta í rauninni það sem við stöndum frammi fyrir í dag. Auðvitað mun þetta hlutfall jafna sig á ný, að mínu mati. Við erum að fara í gegnum ansi mikla fjárfestinga, við lentum í því að fara í uppbyggingu á Lundarskóla fyrir en við ætluðum. Við erum að fara í stóra framkvæmdir á íþróttamannvirkjum sem að eflaust einhverjum þykir nóg en við hins vegar verðum að halda áfram að byggja upp innviðina okkar og við sjáum ákveðin tækifæri í uppbyggingu íþróttamannvirkja sem koma fram í fjárhagsáætluninni eða í framkvæmdaáætluninni. Á sama tíma getum við farið að skipuleggja Akureyrarvöll og það svæði sem það sem við teljum vera afar dýrmætt. En nú er komið lokum þessar upptalningar. Sjálfsagt hef ég í einhverju tilvikum verið að endurtaka mig frá fyrri umræðu en vonandi verða áhorfendur einhvers vísar rekstur og fjárhagsstöðu bæjarins. Til enn frekari glöggvunar þeim þó bent á bæði mjög yfirgripsmikla greinargerð sem birt verður með fjárhagsáætlun, auk þess sem starfsfólk stjórnsýslunnar hefur unnið hnit með að fréttatilkynningu sem birtist á morgun þar sem hægt að skoða þetta nánar. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, í lokin vil ég þakka bæjarstjóra, bæjarfulltrúum og nefndarfólki öllu gott samstarf við gerð fjárhagsáætlunar og ennfremur vil ég sérstaklega þakka Dan Brynjarssyni, sviðsstjóra fjársýslusvið og Kristínu Baldvinsdóttur, forstöðumanni hag- og áætlunardeildar, sem og sviðsstjórum öllum fyrir þeirra vinnu við gerð áætlunarinnar. Fjárhagsáætlun 2022-2025 hér lögð fram til umræðu og samþykktar. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sinni. Ég ætla að biðja varaforseta að taka í stjórninni og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú byrja á að þakka formanni bæjarráðs fyrir ítarlega yfirferð. Það sem að fór vel yfir allra helstu staðreyndir og það sem hefur breyst á milli umræðina. Það er svo sem enginn þörf á að bæta þar miklu við. Og ég vil líka jafnframt þakka þetta starfsfólki, tek undir með honum, öllu starfsfólki sem hefur komið að vinna við þessa fjárhagsáætlun. En við erum nú að fara að samþykkja síðustu fjárhagsáætlun þessa kjörtímabils og áskoranirnar hafa verið alveg þó nokkrar á síðustu missunum. Við höfum frá upphafi kjörtímabilsins lagt áherslu á þjónustu við börn sem og aðra viðkvæma hópa samfélagsins og höfum jafnt og þétt unnið að því að bæta bæði aðbúnað og þjónustu við þessa hópa þrátt fyrir að búa við nokkuð þröngan stakk. Það auðvitað þó nokkuð vonbrigði að þrátt fyrir að við höfum farið í að skila rekstri hjúkrunarheimila sem reyndist okkur auðvitað þungbært en nauðsynlegt vegna
vanfjármögnunina frá ríki, að þá séum við núna að horfa upp á eitthvað svipað gerast í málaflokki fatlaðra og enn sitjum við uppi með taprekstur á samstæðunni sem að mestu skýrist af því. Ég hins vegar ákaflega ánægð með þær breytingar sem fyrir eru á því hvernig við ætlum okkur að vinna að umbótaverkefnum sem eru skrifaðar inn í áætlunina. Ég held að það sé mjög mikilvægt að vinna jafnt og þétt að því allt árið að gera breytingar sem færa okkur nær markmiðinu sjálfbæran rekstur. Við höfum verið að taka risastór skref í leikskólamálum og getum nú boðið börnum allt niður í 12 mánaða aldur leikskólapláss. Það verður síðan eitt af umbótaverkefnum að fara vel yfir rekstur leikskólana og hvernig við sjáum það þróast til framtíðar. Þá hef ég trú á að menntastefnan sem við höfum verið að innleiða og hefur verið stóra verkefni í fræðslumálum á kjörtímabilinu styðji vel við það markmið okkar að bjóða áfram upp á framúrskarandi skóla. Við höfum haldið áfram með uppbyggingu íþróttamarkja samkvæmt uppbyggingaskýrslu, þar sem verið að gera ráð fyrir uppbyggingu fyrir 7 milljarða. Við tókum fyrir stuttu í notkun Glæsilthús niður á Nökkvasvæði og nú höfum við sett inn í fjárhagsáætlun næsta árs framkvæmdir við skautahöll og uppbyggingu á félagsvæði Káa. Það mikilvægt að halda því til haga að til þess að fjármagna uppbygginguna verður farið í að skipuleggja svæðið á Akureyrarvelli og útluta lóðum og afla þannig tekna á móti. Og að því að ég nú aðeins komin þá inn á íþróttamálin, þá hefur satt best að segja verið sorglegt að fylgjast með umræðinu íþróttamál í bænum og meint aðstöðuleysi. Ég held að bæjarbúar geri sér almennt grein fyrir því þegar þeir fara að skoða og gaumgæfilega það sem boðið upp á í sveitarfélaginu að við erum að gera bara nokkuð vel. Akureyrarbær nefnilega að verja mun hærri fjárbúð per íbúa til æskulýðs og íþróttamála en nokkurt annað sveitarfélag að sambærilegri stærð. Frá því að ég tók fyrst sæti í bæjarstjórn árið 2010 hef ég aldrei upplifað eins mikla þenslu á okkar svæði og nú. Ný fyrirtæki að hasla sér völl hér í bænum og byggja upp. Fyrir liggur að 2 nýjar heilsugæslustöðvar munu rísa sem á hjúkrunarheimili og þar get ég tekið undir með bæjarfulltrúa Guðmundur Baldvin að það skýtur skökku við að sveitarfélögin sé að taka þátt í þeirri uppbyggingu, en gott og vel, viðbyggingin við sjúkrahúsið og ný flugstöðarbyggingin. Bæjarstjórn hefur líka verið að leggja áherslu á samhliða því að fara í aðhaldsaðgerðir að vaxa út úr vandanum. Við vitum að með fjölgun íbúa munu þeir innviðir sem við höfum byggt upp á síðustu árum nýtast betur. Verkefni okkar snýst nefnilega ekki bara rekstur og Excel-skjal, heldur líka lífsgæði. Það og verður ávallt verkefni hverra bæjarstjórnar að leita leiða til þess að efla samfélagið með nýjum leiðum til þess að veita þjónustu og halda í við nútímann sem og að byggja upp. Það verkefni klárast aldrei. Við höfum því brugðist við mikill eftirspurn á húsnæði með því að fara í að skipuleggja 2 ný hverfi og ég er sannfærð að í skipulaginu liggja enn frekari tækifæri til vaxtar. Það eru jákvæð teikn á lofti að Akureyri eigi eftir að verða svo svæðisborg sem okkur dreymir og halda áfram að laða til sín fólk og fyrirtæki. Við getum því hort bjartsýn fram á veginn og verið stolt af þeirri þjónustu sem bærinn að veita og það eru spennandi tímar framundan fyrir okkur öll sem byggjum þetta samfélag. Það er nefnilega hvergi betra að búa. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi henni aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja á því að þakka formanni bæjarráðs kærlega fyrir yfirferðina og auðvitað starfsfólki, bæjarstjóra og fjármálastjóra og öðru starfsfólki innilega fyrir. Mér langar aðeins að tala framtíðarsýnina í tengslu við fjárhagsáætlun. Af því að auðvitað þegar við förum yfir alla tölurnar þá liggur einhver hugmyndafræði að baki. Hvert viljum við fara? Hvar viljum við vera? Hvar viljum við vera eftir 10 ár? En 20? En 30, 40? Af því mín upplifun svo að við pólitíska ákvarðanatöku sem fjárhagsáætlun sannarlega að þá ekki nægilegt aðeins að hugsa 1 ár fram í tíman, ekki einu sinni, jafnvel bara 1 kjörtímabil. Við þurfum að hafa framtíðarsýn til mun lengri tíma. Ég sjálf hef þá bjargföstu trú að stóra myndina framtíða Akureyrar megi líkja við litríka mósaíkmynd. Fjölbreytt og litríkt samfélag sem byggja á hugmyndafræði sjálfbæra sókn í hæglátri svæðisborg. Sú sókn á að byggja á 3 meginstoðum hugmyndafræði sjálfbærni. Og þær 3 stoðir eru fyrst og fremst fjárhagsleg sjálfbærni, umhverfisleg sjálfbærni og samfélagsleg sjálfbærni.
Í mínum huga nauðsynlegt að horfa ávallt til þessara 3 stoða í stefnumótun sveitarfélagsins. Og ég tel að það hafi að mörgu leyti tekist mjög vel við gerð þeirra fjárhagsáætlunar sem við leggjum fram í dag. Varðandi fjárhagslega sjálfbærni, þá á sveitarfélagið Akureyrarbær að rísa tvíelt upp úr þeim fjárhagslegu áskorunum sem blasa við okkur. Við verðum að horfa sérstaklega til sóknar með því að auka tekjur og efla samkeppnishæfni okkar bæði á íbúa og atvinnumarkaði. Samhliða þá þarf að vinna að stöðugum og faglegum umbótum í rekstri sveitarfélagsins í góðri samvinnu kjörinna fulltrúa og starfsfólks. Í samvinnu við landshlutasamtök og ríki eigum við að efla svæðisbundið hlutverk Akureyrar og stuðla að uppbyggingu á fjölbreyttri þjónustu, kraftmikilli menningu og margvíslegum atvinnutækifærum. Það er aðeins með þeim hætti sem við getum byggt upp öflugt og fjárhagslega sjálfbært samfélag til framtíðar. Önnur meginstoð sjálfbærni lítur í mínum huga að umhverfismálum, en aldrei fyrr hafa aðgerðir á því sviði verið jafn knýjandi fyrir okkur öll. Sveitarfélagið þarf að beita sér með markvissum hætti í loftslagsmálum og það liggur fyrir okkur það mikilvæga verkefni að klára nýja umhverfis- og loftslagsstefnu sveitarfélagsins, en þau drög sem nú þegar liggja fyrir sem á aðgerðaráætlun eru mjög spennandi. En þau sýna okkur jafnframt mikilvægi þess að taka tillit til þeirra stefnu í öll okkur starfi og þá ekki síst í skipulagsmálum. Horfa þarf sérstaklega til aðgerða sem draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og auka kolefnisbindingu. Ráðast þarf í samgöngubætur og styrkingu almenningssamgangna með það að augum að draga úr bílaumferð og minnka þá mengun sem hún hefur í för með sér. Á sama tíma blasir við þörfin á heildarendurskoðun sorpmála, þéttingu byggðar og bættri stafrænni þjónustu sem dregur úr kostnaði og minnkar leið ferðaþörf. Allt til hagsbóta fyrir umhverfið. 3. stoðin er síðan samfélagsleg sjálfbærni. Við þurfum sjálfbærar skapandi lausnir sem gera okkur kleift að horfa út fyrir boxið og styðja leið gagnvirki og grunngerð samfélagsins. En slíkt gerum við best í góðu samstarfi innan landshlutans sem og við ríkið. Enda við mun líklegra til að færast áfram veginn þegar við róum sem flest í sömu átt. Við eigum að setja markið hátt. Við eigum að horfa til markvissar sóknar og virka skapandi lausnir til að mæta grunnþörfum fólksins sem hér býr, allt frá vöggu til grafar. Við þurfum að horfa sérstaklega til þess að skólar, frístunda, íþrótta, menningarstarfi, starfsemi og velferðarþjónusta skapi jöfn tækifæri. Með rekstri sveitarfélagsins eigum við að miða því að veita öllum jöfn tækifæri til að blómstra í sjálfbæru samfélagi þar sem frjór jarðvegur fyrir kraftmikið atvinnulíf sem laðar að sér fleira fólk til búsetu eða til þess að njóta í styttri eða lengri heimsókn til okkar í okkar hæglátu svæðisborg. Þetta er í stuttu máli svo mynd sem ég hef í huga mínum þegar ég kem að gerð fjárhagsáætlunar. Það er kannski eitt að sitja yfir tölunum, hitt er að hafa framtíðarsýnina. Ég hef rosalega mikla trú á svæðinu okkar, ég hef trú á sveitarfélaginu okkar og ég er alveg sannfærð að þrátt fyrir gríðarlegar áskoranir sem að geta tengst loftslagsmálum, öldrun þjóðarinnar, byggðamálum, tæknibreytingum, COVID og svo framvegis, að þá sé í öllum áskorunum felist líka tækifæri. Og ég vildi frekar heldur en að fara því að bæði bæjarfulltrúi Guðmundur og forseti bæjarstjórnar fara vel yfir fjárhagsáætlunina sjálfa, fremur horfa á framtíðarsýnina eins og hún birtist mér, að því að það er á endanum það sem að skiptir máli við ákvarðanir eins og fjárhagsáætlun. Þannig að ég er mjög ánægð með þá samvinnu sem hefur átt sér stað á milli flokka, ráða og nefnda, starfsfólks og fleiri. Þetta er ekki léttverk. Þetta hljómar kannski hérna á fundinum eins og léttverk. En þetta er mikil vinna sem liggur á baki plaggi eins og lagt fram hérna í dag. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég vil nú þakka formanni bæjarráðs fyrir gríðarlega fína yfirferð og ég myndi segja almennt sé umræðan fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar tiltölulega opin og sé ágætlega kynnt sem er mjög gott. Ég get tekið undir alveg gríðarlega margt sem hér hefur verið sagt og svo ég segi það bara strax að þá er ég þokkalega sátt við þessa fjárhagsáætlun og mun samþykkja hana
Mjög áhugavert þar sem að bæjarfulltrúi Hildagana var að tala með áskorunina framundan og það líka dálítið sem mér hugleikið. Það það bara hversu í raun og veru viðkvæmur rekstur svona bæjarfélags og líka einmitt svona af því að þessi sjálfbærni hugtök 3 einmitt akkurat eru ótrúlega mikilvægt en allt þetta ótrúlega viðkvæmt líka og þrátt fyrir að við sýnum hérna ágæta mynd sem að sýnir góðar fyrirætlanir til ársins 2025 þá í raun og veru við þetta ekki eitthvað sem við getum sagt bara með óyggjandi vissu að við séum bara að fara þangað. Það svo margt eins og við höfum séð bara síðustu árin þar sem við höfum verið í alls konar hagræðingar aðgerðum og svo poppar alltaf eitthvað annað upp eins og hér hefur verið farið yfir ágætlega að þá þetta auðvitað bara viðvarandi áskorun eins og ég sé þetta á meðan að kerfið uppbyggt á þann hátt sem það í dag. Við tölum rosalega mikið ríkið og hvernig ríkið að vanfjármagna þá málaflokka sem við höfum tekið okkur að reka og hvernig ríkið tekur ákvarðanir í gegnum lagasetningar eða þar að segja hvernig Alþingi tekur ákvarðanir í gegnum lagasetningar sem að enda í kostnaði hjá okkur. Svo þetta brjálæðislega flókna samspil forvarna og síðan kostnaðar og hvar hann lendir og hvar forvarnar eru fjármagnar og þetta allt gríðarlega flókið. Þannig að fyrir mig þá vil ég bara segja að mér finnst alveg vera kominn tími á að endurskoða aðeins þetta system og hvort að þetta með að við viljum halda áfram að hafa tekjustofna sveitarfélaga eins og þeir eru sjálfstæðir sem þýðir líka þeir eru rokkandi eða hvort við myndum vilja skoða það að ríkið fjármagnaði verkefni. Þetta auðvitað gríðarlega stór umræða og ekki eitthvað sem við getum ákveðið hér en mér finnst það alveg eitthvað sem mjög umhugsunarvert. Það að segja bara hvernig þetta stjórnsýslustig fjármagnað vegna þess að við höfum talað það og fleiri sveitarfélög og íbúar tala það að það sé mjög gott að hafa þjónustu rekna af sveitarfélögum sem séu nálægt íbúunum og ég held að sé mjög mörg sem að vilja sjá það þannig á sama tíma og sveitarfélög eru gríðarlega svona má segja kvekt af því að taka þessi verkefni sem síðan einhvern veginn stökkbreytast af því að kannski höfum ekki verið nógu framsýn þegar við erum að gera yfirfærslu samninga. Þannig að mér finnst þetta bara eitthvað sem að ég hvet okkur öll til þess að hugsa það að segja hvernig viljum við sjá fjármögnuna á þessu þjónustu umsýslustigi sem má segja við séum. En ég auðvitað nýkomin inn í þessa svona, ég ætla ekki að segja meirihluta en hafandi verið í minnihluta í mörg ár og orðin svona fullkomlega hluti af því að leggja fram þessa fjárhagsáætlun að þá það mjög áhugaverð reynsla og það auðvitað þannig að það sem að við í raun og veru gerum þegar við erum í samdrætti eins og við erum að þá horfum við til þess hverju getum við breytt núna þegar við erum að skrifa þessa fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. En að mínu mati þá þurfum við líka að horfa verulega vel til framtíðarinnar þar að segja hvernig eru málaflokkarnir okkar og peningarnir okkar bundnir og hver eru möguleikarnir og tækifærin og það eitt sem ég hef bara verið að velta gríðarlega mikið fyrir mér í þessu ferli, það og ég ætla bara að nefna málaflokk æskulýðs- og íþróttamála sem ótrúlega bundin hjá okkur og lítil tækifæri til að hafa áhrif á meðan við erum með grunnskóla, leikskóla og allt okkar kerfi þar sem við höfum raunverulega stjórnina sem veldur því einhvern veginn að við erum að taka ákvarðanir niðurskurð í til að mynda fræðslumálum sem svona einhvern veginn miklu meiri og sem eðlilegt af því að það það sem við í raun og veru getum gert. Þannig að ég og mér langaði bara út af þessum vangaveltum að leggja fram bókun með fjárhagsáætluninni sem gengur ekkert út af það að ég sé ósátt við þessa fjárhagsáætlun sem bara miklu meira brýning það að þrátt fyrir að þetta líti ágætlega út eins og við sjáum þetta þróast og vonum að þetta þróist
að þá ekkert í hendi með það og við þurfum að halda áfram að horfa mjög gagnrýnið á það hvernig við, hvert við setjum fjármagnu okkar og þannig að svona, til þess að setja þetta bara fram sem bókun þá hljóðar hún svo eftirfarandi, getur maður sagt. Í ljósi þess hversu illa hefur gengið að ná rekstri Akureyrarbæjar í sjálfbært horf allt frá efnahagshruni tel ég afar mikilvægt að á næstu árum verði haldið áfram að gæta verulegs aðhalds í rekstri með þeim áherslum sem núverandi bæjarstjórn hefur sett í samstarfssáttmála sínum að standa vörð viðkvæma hópa samfélagsins og setja hagsmuni barna og ungmenna í forgang. Í þessu ljósi vil ég benda á að Akureyrarbær ver mun hærri fjárhæð per íbúa til æskulýðs- og íþróttamála en öll önnur sveitarfélög af sambærilegri stærð. Á sama tíma ver Akureyrarbær lægri fjárhæð per íbúa til fræðslu og uppeldismála en sambærileg sveitarfélög. Ég tel mikilvægt að á næstu misserum verði horft til þess að ná fram hagræðingu í rekstri íþróttamála með það að markmiði að útgjöld verði í takt við sveitarfélög af sambærilegri stærð. Þannig að þetta var lokin á bókuninni. En og það sem ég bara að segja að það gott að við höfum gríðarlega gott efni í höndunum sem að Samband íslenskra sveitarfélaga gefur út, sem árbók sveitarfélaga, sem við sjáum þetta og getum svona miðað okkur við og það mjög mikilvægt að við miðum okkur líka við hvað önnur sveitarfélög að gera. Og þetta bara eitthvað sem að stendur upp úr þegar maður les þetta svona saman, að mínu mati. Þannig að þessum vildi ég draga fram þennan málaflokk og segja og vegna þess líka að þetta eitthvað sem þetta svona, má segja bara útvistað allt saman hjá okkur, öll íþróttamálin, þannig að og þetta allt bundið í samningum, við þetta stýrum svolítið uppbyggingunni en eins og hér hefur verið farið yfir, eins og forseti fór yfir áðan, að þá gríðarlega mikið og háværar raddir sem kalla eftir meiri uppbyggingu og mér finnst bara að við þurfum að ná einhverju samtali, einhverju mjög stóru og viðamiklu samtali við íþróttahreyfinguna það hvernig við viljum gera þessa hluti í þessum bæja því mér finnst þessi mál verið ólestri og það ástæðan fyrir því ég vil leggja fram þessa bókun. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil líkt á aðrir byrja á því að þakka formanni bæjarráðs, Guðmundi Baldvini, fyrir góða yfirferð og fína verkstjórn í þessu verkefni því að þetta gríðarlega stórt verkefni að útbúa fjárhagsáætlun sérstaklega á tímum þar sem að aðhald mikið en ég vil líka hrósa þeim Dan og Kristínu sem að starfsmönnum sem hafa verið vakin og sofið yfir þessu síðustu mánuði. En ég hef ákveðið að samþykkja þessa fjárhagsáætlun. Ég bara miklu leyti mjög ánægð með þá niðurstöðu sem við höfum náð. Og ef maður horfir aðeins aftur í tímann, þá erum við alltaf að færast nær því markmiði sem við settum okkur að enda í sjálfbærni en auðvitað gerist þetta ekki á einu ári. Í ársreikningi 2020 vorum við með 1,6 milljarð króna halla. Í ár áætlað að þetta verði endi í milljarði í halla og næsta ári erum við að gera áætlun að enda í 624 milljónum í mínus. Þannig að við erum allan að stíga skref í rétta átt og að mínu mati bara ágætt skref. Ég bara sátt við þá lendingu sem við erum að ná. En verkefni verður samt sem áður gríðarlega mikið áfram. En auðvitað höfum við ekki bara verið að horfa til aðhalds og niðurskurðar þó að það hafi verið eitt af því sem við höfum lagt áherslu á en þá líka verkefni sem að ég mjög ánægð með að við séum að fara í og það eitt af þeim verkefnum sem að ég held að allir flokkar hafi lagt áherslu á að það var að taka 12 mánuði á börnin inn á leikskóla og ég mjög ánægð að við höfum bara tekið skrefið í því þó að það kosti okkur upphæðir að
þá megum við ekki heldur gleyma því að þetta er líka að gefa okkur tekjur því að þannig erum við að tryggja það að foreldrar komist út á vinnumarkaðinn og það gefur okkur tilbaka útsvar. Þó að það sé erfitt kannski að meta það akkurat í krónum hversu mikið það að þá held ég að það sé örugglega meira heldur en við höldum. Þannig að ég er bara gríðarlega ánægð með þessa ákvörðun. Ég held þetta líka skerpi og jákvæð ímynd bæjarins og sem að laðar þá að ungt fólk með börn og það er held ég eitthvað sem okkur veitir ekki af því að okkur við erum að eldast sem sveitarfélag eins og kannski heimurinn allur þannig að ég held að þetta hafi verið mjög jákvætt skref sem við tókum. Eins var ég mjög ánægð að bæjarráð samþykkti aðgerðaráætlun fyrir eldri borgara. Mér finnst það fagnaðarefni, þetta er hópur sem fer sívaxandi og því mikilvægt að við séum að gera vel í þessum efnum og þá ekki síst til forvarnaþáttarins sem við vorum í rauninni að leggja áherslu á í þessari aðgerðaráætlun. Það var heilsuefling eldri borgara og ég held að það sé góð fjárfesting. Ég held að það er eftir að spara okkur þegar til lengri tíma er litið. Þannig að ég var mjög ánægð með það. Það sem kannski snýra að mínu sviði, ef ég kem inn á það, þar sem ég er formaður frístundaráðs, að þá er mikið fagnaðarefni að mínu mati að við séum að ná lendingu varðandi uppbyggingu á KA-svæðinu. Því eins og ég hef séð þetta fyrir mér að með þessu að færa keppnisvöll KA-manna upp á þeirra svæði, að þá erum við að eignast gríðarlega verðmætt byggingarland og við höfum fengið skipulagsstjóra til þess að reikna út hvað hugsanlega það geti gefið okkur í tekjur og það er frá 600 milljónum upp í 1,9 milljarða. Þannig að það er gríðarlega jákvætt. Þarna er eitt besta land fyrir þéttingu byggðar. Þannig að ég tel að þetta sé mjög jákvætt skref, bæði fyrir íþróttamenningun og bara fyrir sveitarfélagið í heild að þarna séum við að ná að þétta byggð. Eitt af þeim verkefnum sem kom svolítið upp í hendurnar okkur varðandi framkvæmdaáætlun var Innri-Sundlaug Akureyrar. Ég persónulega hef ekki gert mig grein fyrir því að ástandið á henni væri orðið svona lélegt, þannig að oftar hefur verið rætt að fara í framkvæmdar útisvæði Glerárlaugar, en þetta verkefni þurfti að fara í forgang vegna þess að þarna eru lagnir orðnar illa farnar og ekki viljum við lenda í því að þurfa að loka þeirri laug því að þetta er kennslulaug sem við notum yfir allan veturinn. En þess ber samt að nefna að aðstæðan við Glerárlaug er líka komin á tíma. Þar eru pottar orðnir lélegir og þar eru klefar mjög litlir. Þannig að það er líka þá fagnaðarefni að hugsanlega skoða það þegar á að fara í íþróttaklefana í Glerárskóla að kanna hvort það sé möguleiki á því að sundgestir geti nýtt þá einnig. Það myndi gefa okkur meiri möguleika en eins og kom fram og bæjarbúar eru upplýstir að þá var í fyrri áætlun sem rædd var hér fyrir nokkru að áætlun að loka Glerárlaug alfarið fyrir almenning og jákvæðu fréttirnar eru þær að ákveðið hefur verið að draga aðeins tilbaka og opna þá laugina fyrir almenning í 1,5 tíma þá virku daga þar sem að æfingar og kennsla er í lauginni. Þannig að laugin verður lokað yfir sumartímann, en ég tel að þarna séum við að koma til móts við mjög háværar raddir og ég held að þetta sé fín lending á málinu og bara fagna því að við höfum náð að koma til móts við þennan hóp sem hefur þá verið að sækja þessu sundlaug. Það er nú ekki gríðarlega mikil fjöldi sem er þarna í ásókn, en það eru ákveðnir fasta gestir þannig erum við að svara köllun þeirra. Því miður kannski, það mér þykir leitt að það er ákveð verkefni sem við komumst ekki í, en ég sýni því alfarið skilning og það er frístundastrætóverkefni sem við höfum lagt mikla vinnu í og ríka áherslu á að reyna að koma í framkvæmd. Því miður erum við ekki ná að koma því í framkvæmd en best kannski að koma því á framfæri og margir við reynda að vita að við reyndum vel og þetta verkefni fór í útboð en það barst
aðeins eitt tilboð og það var miklu hærra heldur en kostnaðaráætlun hafi gert ráð fyrir og í rauninni mun hærra heldur en sambærileg verkefni hjá öðrum sveitarfélögum. Það hefur ekki fundist lausn á því máli. Þess vegna höfum við ákveðið að setja í staðinn 8 milljónir til þess að deila á milli þeirra félaga sem sjá sig fært að bjóða upp á frístundakstur fyrir sína iðkendur. Og í janúar stefnt að því að útbúa bara verklagsreglur við útdeilingu þessara fjármuna og það allavega í dag eru 3 félög sem að sinna svona akstri og vilja hrósa þeim fyrir það. Það sem líka að breytast hjá okkur, eða í rauninni framlengjast hjá okkur að við höfum ákveðið að frysta áfram í rekstrarsamningum aðra liði en launaliði varðandi íþróttasamninga og þannig að þeir taka ekki hækkunum árið 2021 en þeir samningar snúa þjónustu eða þar segja þjónustusamningarnir þeir munu affristast og við munum fylgja þeim eftir en það eru samningar sem að við teljum að geti haft áhrif á sameiningu félaga og það er eitt af þeim markmiðum sem við höfum sett okkur að reyna að sameina fleiri félög og þannig að við höfum ákveðið að affrista þá til að reyna að ýta undir þá þætti. Eins og bæjarfulltrúi Hilda Jana kom inn á að þá verðum við náttúrulega líka að horfa til sóknar og ég með það að setja 12 mánaða börnin á leikskóla þá er það eitt af stóru málunum. En ég meina það eru önnur stór mál sem við þurfum að horfa til og það er til dæmis svo aukna raforka sem að koma inn á svæðið. Við þurfum að setja ykkur stefnu í þeim málum, hvernig ætlum við að nýta þá orku og það er stórt verkefni sem við þurfum að vinna með SSNE sem við höfum svona svolítið úthýst okkar atvinnumálum til. Þannig að ég held að það sé eitt af þeim verkefnum sem við þurfum að setja í forgang því að það styttist í að þetta verða veruleika sem er mikið fagnaðarefni. Við þurfum náttúrulega að vera aðlaðandi búsetukostur, við erum það og við eigum að vera að tala okkur upp, við höfum svolítið lent í því að vera að tala okkur niður en ég held að það kannski hjálpa okkur að við erum ekki með neitt meira og minnihluta, að meiri áhersla hafi farið síðasta árið að tala okkur upp og það er bara vel. En svona mikilvægast kannski þættirnir í því að við séum að laða okkur fólk eru líka aðgangur að lóðum og við höfum verið að gera mjög vel í skipulagsmálunum núna náð mér heyrist að við séum að ná áætluðum tekjur upp á byggingagjöld upp á 300 milljónir en síðan komin upp í milljarð á þessu ári og mér finnst það bara afskaplega vel gert og maður er að sjá bara mikla framfærir núna eða mikla uppbyggingu, ekki framfærir, mikla uppbyggingu á næsta ári og þessu ári sem er virkilega vel. Leikskólamálin, við ræddum þau, síðan er það náttúrulega góðir skólar og ég tel okkur vera með mjög góða skóla og vera að gera vel í því, menning og listir, íþróttir, velslýstur og fallilegu bæir. Þetta er allt atriði sem við þurfum að hafa í lagi og við erum að gera vel en auðvitað þurfum við alltaf að vera á tánum og reyna að gera enn betur en það er oft erfitt þegar maður er líka í aðhaldsgírnum. En já, ég bara lokum langar mig bara að ítreka þakkir til starfsmanna, sérstaklega Dan og Kristínar en ég veit að það er búið að vera gríðarlegt álag á öllu starfsfólki og ekki síst stjórnendum þegar stöðugt er verið að hamra á aðhaldi og til lengri tíma þá verður það þreytt en bara því miður þá komumst við bara ekkert hjá því að vera í þeim gír. Þannig að ég vil nýta tækifæri og hrósa starfsfólki fyrir ég hef allan að mætt rosa góðu viðmóti og samstarfi í þessum verkefnum og þá hef ég náttúrulega mest verið að vinna með fólki á mínu sviði og ég hef ekki orðið vör við annað en að allir sé að heilum hug í þessu risastóra verkefni sem við erum í. Þá er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, það er verið að vekja mig. Ég ætla nú ekki að endurtaka það sem hér hefur komið fram, en ég vil þakka þeim sem hér hafa komið undan bara fyrir sína framsögu og starfsfólki og stjórnendur fyrir sína vinnu sem hefur verið gríðarmikil eins og hefur komið fram. Það sem ég langar til þess að kannski að benda á hérna og ræða aðeins, það er í fyrsta lagi það að það er kannski óvenjulegt að bæjarstjórn sé að samþykkja fjárhagsáætlun á þeim tíma þegar kosningar fara í hönd og við erum í sjálfu sér að leggja fram mál sem að vekja mikla neikvæða athygli hérna í bæjarfélaginu. Og það er bara áskorun að gera það og ég er bara ánægður með það að við skulum þó allavega að hafa stigið það skref. Það er algjörlega í samræmi við þann samstarfssáttmála sem að við samþykktum hérna fyrir rúmu ári síðan, cirka 1,5 ári síðan. Þar sem við vorum að tala um það að við ætlum að standa í lappirnar og reyna að vinna því og stíga ákveðin skref í þá átt að gera rekstur bæjarsjóðs að hlutfalls sjálfbæri. Við erum töluvert langt í land með það en við erum þó allavega að stíga ákveðin skref. Og ef okkur tekst að halda sjó hvað þá áætlun varðar sem að liggur fyrir, þá mun það takast. En það verður náttúrulega stóru hluta verkefni næstu bæjarstjórnar. En þetta er ekkert einfalt verkefni vegna þess að við lögðum líka áherslu á það að standa vörð þá sem minna mega sín og við ákváðum að standa vörð börn og eldra fólk og við erum að reyna það eins vel og við getum en við að sjálfsögðu komum viðkvæma hópa. Það er alveg á hreinu og það er aldrei annað hægt í rekstri sem þessu. En mig langaði líka aðeins bara til þess að nefna hérna nokkur atriði í ljósi þeirra umræðu sem var hérna áðan samanburð á þjónustu og rekstri við önnur sveitarfélög. Af því að við höfum líka setið undir ámæli fyrir það að vera hér með alveg sérstaklega lélega íþróttaaðstöðu fyrir ákveðna greinar, ekki bara margar greinar. Og hér sé bara, það mátti lesa það út úr þessum greinum sem skrifað voru, hér væri bara allt í kalda koli hvað varðaði íþróttaaðstöðu ýmis önnur mál. En ef við skoðum samanburð við þessi sveitarfélög sem við erum að bera okkur saman við, þá er það nú bara þannig að Akureyrarbær er með töluvert hærri tekjur per íbúa, til dæmis árið 2020 og þannig hefur það verið nokkuð lengi, heldur en þau sveitarfélög sem við erum að bera okkur saman við, sem eru stóru sveitarfélögin á suðvesturhorninu. Og af hverju er það? Jú, það er vegna þess að málaflokkur fatlaðra er bara það stór í hlutfalli íbúafjölda hérna á Akureyri. Það þýðir það að hlutfall rekstrakostnaðar af skatttekjum að hann verður heldur lægri á þessa málaflokka sem ræðir. Ef menn ætla að fara að bera þetta saman þá verður að hafa þetta í huga. Svo langar mig líka að nefna það að ef við horfum á félagsþjónustuna árið 2020 þá erum við með 249.000 kr. útgjöld per íbúa til félagsþjónustu og meðan Reykjavík með 246.000, Hafnarfjörður og Kópavogsbær með rétt rúmlega 100.000, 100 til 150.000 á íbúa. Þetta bara segir ákveðna sögu og þannig er ekki með öldrunarheimilin inni. Ef við skoðum hérna til dæmis fræðslumálin, þau voru nefnd hérna áðan, þá erum við með 422.000 kr. útgjöld per íbúa á meðan að Reykjavík með 423.000, Hafnarfjörður 451 og Kópavogur heldur hærri, Reykjanesbær mun lægri kostnað per íbúa heldur en við. Ef við skoðum aftur á móti að því við erum að veltum fyrir okkur grunnskólanum og leikskólanum, þá erum við samt með nánast sambærilega fjölda barna og nemenda per stöðugildi eins og sveitarfélög. Þannig að þarna liggur einhver kostnaðarmunur í einhver allt öðru. Við verðum að skoða þetta í ákveðnu samhengi. En ég ætla ekki að gera lítið úr því að við getum alltaf gert betur. Ef við skoðum menningamálin, þá erum við líka trónum við bara þarna á toppnum.
Við erum með 47.000 á íbúa 2020 í menningarmálum. Á meðan Reykjavíkurborg er með 42.000 með alla sína menningu, en þessi sveitarfélög hin sem við erum að bera okkur saman við eru og undir 20.000 krónur á íbúa. Og við skulum átta okkur að því að þegar við margföldum þessar tölur upp, þá skiptir þetta tugum milljóna, eða ekki hundruðum milljóna í einhverju tilvikum. Og svo ætla ég bara rétt að nefna íþróttamálin, og það er alveg rétt sem að bæjarfulltrúi Sóley Björk, þannig að sjáu þið bara hvað ég er hann gamall. Ég sé gott að vera að hætta þessu. Að sem hún nefnir að íþróttamálin taka gríðarlega mikið til sín ef við horfum bara í þetta hlutfallslega. Hérna á Akureyri þá erum við að leggja 124.000 krónur á íbúa til íþrótta og æskulýðsmála. Það meina að Reykjavíkurborg leggur 86.000, Kópavogur og Hafnarfjarðarkaupstaður svipað, Reykjanesbær hins vegar 54.000, en Garðabær 117.000. Og það sem er dálítið skondið í þessu er kannski það að spurningin þá hvað getum við gert til að draga úr ef við ætlum að draga úr. Við erum þá sennilega fyrst og fremst að ráðast á mannvirkin vegna þess að ég sé ekki betra á tölunum en að það séu svona bilinu 70–80% af þessum kostnaði, hann er bundinn í mannvirkin. Hann er bundinn í því að við erum að skapa aðstöðu fyrir íþróttaiðkun. Við erum hins vegar ekki að styrkja íþróttastarfsemina beint með mjög miklu framlögum, eins og margir halda. Það er bara alls ekki þannig. Og þá náttúrulega veltum við því upp, eigum við þá að halda áfram að byggja upp eins og Kópavogssvæðinu og þarfandi götum. Já, við bara verðum að gera það. En við erum að horfa núna til þess að eiga fyrir því þá með því að losa svæði sem við getum selt. Ekki allt saman, en stóra hluthafi og staðið undir þessu. Og ég nefni bara sem dæmi að nú er Garðabær nýbúinn og er að reisa stórt og mikið íþróttamannvirki, svona yfirbyggða knattspyrnuvöll með einhverju fleiru. Og þeir eru nýbúnir að auglýsa lóðir þarna í kring og er að fá andvirði þessara bygginga út úr lóðasölu. Hátt á 4 milljarða króna. Þetta er náttúrulega tækifæri sem við höfum hingað til ekki staðið undir og ekki staðið til að við getum staðið undir. En þetta er kannski eitthvað sem að við þurfum að fara að skoða í auknum mæli. Þannig að það er að mörgu að hyggja í þessu, en ég er þokkalega ánægður með þessa niðurstöðu sem varð úr þessari fjárhagsáætlun. Hún er ekkert gleðiefni svona í stórum dráttum, en ég held að þessi stóra gleðiefni í henni er að við náðum þó samstöðu það að leggja fram þessa áætlun núna til næstu 4 ára sem að svona lofar allavega góðu á ákveðin hátt varðandi sjálfbærni markmiðið. Ef það verði ekki settar á okkur auknar álögur. Og við skulum taka mið af því sem kom fram hérna í máli bæjarfulltrúa Guðmundar að það stefnir 600 milljón króna halla á málefni fatlaðra. Akureyrarbær ber það einn, en ekki nágrannasveitarfélögin líka, allavega ekki ennþá, sem er alveg galið. Við skulum líka hafa í huga að við ætlum að fara að setja hátt á 400 milljónir í uppbyggingu á öldrunarheimili eða hjúkrunarheimili hérna út í þorpi og það ætlum við að gera einn. Í Norðurþingi þá sameinast öll sveitarfélögin um þennan kostnað sem standa að þessu. Þetta er eitthvað sem er ekki alveg að gera sig í mínum huga. Þarna eigum við ekki að standa ein. Ef að það hefur einhvern tímann verið þannig að menn hafa horft á þetta með þeim hætti að við myndum njóta góðs af því að hér búa allir starfsmennirnir og þannig kollakolli, þá er það bara, heyrir það sögunni til. Hér byggja menn eins og aldrei sem morgundagurinn allstaðir í kringum Akureyri, fjölga íbúum og sjálfsögðu vinnur þetta fólk meira og minna hérna inn á Akureyri. Við verðum að fara að horfa öðruvísi á þessi mál. Þannig ákveðin tækifæri í samlegð
þannig að aðilar sameinist þessi stærri verkefni og vinni sameiginlega að þeim. Og þetta til dæmis eitt af því sem að við eigum að horfa til varðandi stærri íþróttamannvirkjum. Það verði ekki byggð knattspyrnuhús í hverjum sveitarfélagi. Það er bara eitt. Af hverju standa menn ekki saman að því? Fjallinu og fleiri svona stærri mannvirkjum sem að er vitað að verði ekki byggnum á einum stað. Það eru nefnilega fullt af tækifærum og matarhólum til þess að auka tekjur Akureyrarbæjar, til þess að minnka áhersluna á það að þurfa að skera niður. Og við erum vissilega að stíga ákveðin skrefi því að eyða fjármunum eins og í Ráðhúsi til að geta sparað til lengri tíma. Þannig verðum við að hugsa í mörgum tilvikum. En ég ætla að láta þetta gott heita, takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sinni, orðið er laust. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta er orðið löng og góð umræða og ég ætla bara að minnast hérna á eitt lítið atriði. Það hefur verið sagt löngum Íslendinga að við kunnum ekki að standa í biðröð. Reyndar er það sennilega aðeins að breytast núna á COVID-tímanum. Við höfum séð fallegar biðraðir fyrir utan bólusetningastaði. En þetta kemur upp í hugan vegna þess sem að Sóley Björk bæjarfulltrúi nefndi með íþróttaaðstöðuna og óþreyju íþróttafélagana og kröfuhörku. Og þá langar mig bara að rifja upp að fyrir 2 árum náðum við allir flokkar í bæjarstjórn Akureyrar sátt forgangsröðun til 15 ára í uppbyggingu íþróttamannvirkja og á þessum tíma eins og þið munið var starfandi meirihluti og minnihluti í bæjarstjórn, þannig að það var ákveðin tíðindi að ná algerri samstöðu það mál og einhverjir voru ósáttir skiljanlega sem að lentu aftarlega á þeim lista en núna bara að 2 árum liðnum miðar okkur strax töluvert niður eftir listanum. Við erum búin að byggja hús á Nökkvasvæði, við erum með á fjárhagsáætlun næsta árs félags- og æfingaaðstöðu í Skautahöll og við erum búin að ræða hér gervigras og stúku á Káavelli og þá erum við farin að nálgast á listanum félagsaðstöðu fyrir Káa, aðstöðuhús í Hlíðarfjalli og vetraraðstöðu á Golfvelli. Þetta gengur bara býsna vel en ég get alveg tekið undir það sem að bæjarfulltrúi Sóley sagði að við þurfum að halda þarna árvekni og hafa í huga megin markmið okkar sem að gera vel við börn og ungmenni og ekki fara fram úr okkur í þessari uppbyggingu og líka setja þá kröfu á íþróttafélögin að þau starfi saman eftir því sem að hægt er og skynsamlegt. Þannig að við nýtum þessa fjármuni sem allra best. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sinni, orðið er laust. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Vanlega er það nú þannig að þegar maður er búin að flytja fjárhagsáætlun þá eru meiri og minnihluti og hefur verið og þá er gjarnan minnihluti með alls konar komment sem að maður hefur þurft að svara fyrir en nú er þannig máli vaxið að við höfum tekið ákvörðun að vinna þetta saman og það er að mörgu leyti ánægjulegt, sérstaklega ánægjulegt að hlusta á bæjarfulltrúa sem hér hafa komið í pontu og sýnir það bara að mínum að til hversu vel þessi bæjarstjórn er mönnuð. Hér eru menn að tala framtíðarmúsík, menn eru að tala langtíma hugsun og langtíma áallanir. Bæjarfulltrúi Sóley kemur með sína bókun varðandi uppbygging íþróttamannvirkja og vitnar í íbúa per íbúa og svo framvegis og þetta er bara góðra gjalda vert vegna þess að við erum alltaf að pæla í þessu. Við erum alltaf að reyna að skoða hvernig erum við að gera til samanborið við aðra og það er eilíðar hugsun. Ég er nú búin að vera í þessu, eins og ég segi, í 12 ár og það hefur verið sérstakt áhugamál mitt að reyna að átta með á þessu og maður skilur þetta ekki alveg hvernig þetta er en auðvitað er það þannig að við erum með málaflokkar sem eru okkur kostnaðarsamir. Við erum með fortriða drauga svo sem eins og hefur komið hér fram. Við erum með mikið af mannvirkjum sem að kosta ákveðna málaflokka mikla peninga þannig að þetta er svona pínlítið það sem við erum að horfa til. Þannig að það er ýmsu að hyggja þessu. Mér langar bara að taka undir með bæjarfulltrúa Gunnari sem að lýsti yfir ánægju sinni með því að við skildum vera að fara hér inn í kosningavetur og vera að leggja fram fjárhagsáætlun sem væri bara að fá svona neikvæða umfjöllun í bænum að einhverju leyti, menn eru að gagnrýna einhverja ákvörðun sem við erum að taka.
Það algjörlega, það myndi ég segja bara vera einstakt að við skildum halda okkur við þetta. Við settum okkar sáttmála fyrir rúmi ári síðan þar sem við ákváðum að taka höndum saman og höfum haldið okkar striki í því og það finnst mér að vera mjög jákvætt. Við erum ekki að gefa eftir, við erum að stefna að sjálfbærni og við erum að reyna að gera það með þeim markvissum aðgerðum. Það finnst mér bara vera, og ég held að við mættum bara segja að það er bara að hrósa okkur fyrir það. Mér langar bara mest að klappa á baki á mér sjálfum og öllum sem inni eru út af því vegna þess að þetta eru hlutir sem ekkert alveg sjálfgefnir. Það er voða auðvelt að fara í kosningavetur og menn kannski segja, jú, það er auðvelt að fara inn í kosningavetur með alls konar loforð. Kannski má segja að þetta ástæðan sé að við séum flesta hætta og þá sé þetta ekki vandamál en hins vegar er það bara ekki svoleiðis. Ég held að við erum að horfa til þess að ég hugsa við höfum líka gert þetta, jafnvel þó við værum að fara fram. Og hér eru einstaka bæjarfulltrúar sem eru að fara fram í vor og þau hafa staðið bara þétt að baki þessar ákvörðun okkar. Þannig að menn hafa ekki verið að hlaupast undan merkjum. Það finnst mér vera bara það besta mál. Ég var nú aðeins bara því að ég var að lesa þennan grein sem var að vera að kasta fram varðandi sölu lóða á Akranesi þar sem að menn eru að selja lóðir, það er verið að selja 1/4 af uppbyggingarsvæði í Akranesbæ, þar sem að 800 milljónir fengu greiddar fyrir þetta svæði. Það sýnir bara hvernig samkeppnisstaðan okkar er í ýmsum málum. Bæjarfulltrúi Gunnar kom ágætlega inn á það hvernig Garðabær fór að því að fjármagna íþróttamannvirki á sér, eitt stærsta íþróttamannvirki á höfuðborgarsvæðinu sem að þeir fjármögnuðu einfaldlega með sölu lóða í kringum þetta íþróttamannvirki. Stærstum hluta þannig fjármagna. Þannig erum við svolítið við erum í erfiðri aðstöðu en auðvitað verðum við að horfa til þess að verðum við kannski ekki bara að taka þetta skref og fara að selja lóðir í meira mæli og bara hreinlega að segja við erum að veita þá þjónustu sem hér er, við þurfum að verða okkur út tekjur til þess að standa undir þessu. Og ég hlakka mikið til að sjá hvernig menn ætla að forma Akureyrarvöll á komandi kjörtímabili þess að ég tel það vera mikil tækifæri til þess að ná inn peningum og ég held að við eigum líka bara að horfa almennt á sölu lóða. Bara almennt, ekkert bara á einhverjum ákveðnum svæðum, heldur eigum að horfa til þess að fara að taka þau skref að fara að setja bara, bjóða bara út lóðir. Það kemur þá ljós hvað menn eru tilbúin að borga fyrir lóðina hverju sinni, en ég held að það væri kannski eitthvað sem við ættum að hafa í huga. En fyrst og fremst vildi ég nú bara koma hérna upp til að lýsa þessar ánægju minni með þessa ágætu bæjarstjórn sem hefur hér setið í síðustu 4 árin. En svo menn vita þá erum við náttúrulega gagnrýnd í bænum og sannlegast margir sem halda því fram að hér siti mestu vitlausasta fólki í bænum. En ég vil nú bara segja þetta fyrir mína parta, ég hef setið í þessu 12 ár og ég held að satt best að segja að þetta sé nú best mannaða bæjarstjórn sem ég hef setið í, satt best að segja. En hins vegar hafa alltaf setið ágætis fólk öll þessi ár, en það sem ég finnst vera jákvætt við þessa bæjarstjórn er þáttaka allra bæjarfulltrúa í þessu öllu saman og þessi ákvörðun okkar að taka höndum saman, sem ég kannski segi ekkert að sé endilega framtíðarmúsík í bæjarpólitík, en það var bara nauðsynlegt á þessum tímum og ég held að það hafi verið farsælt. Við erum að skila frá okkur fjárhagsáætlun núna sem er að mínu mati metnaðarfull. Við erum að stíga skrefið og gera hluti sem er nauðsynlegt til þess að ná fram sjálfbærni. Það var hér sagt við mig í morgun, það var einn starfsmaður bæjarins sem sagði, akkur gerið þið ekki bara eins og hinn sveitarfélögin, þið bara áætla tekjur umfram og vera bara svolítið bjarsýn og setja þetta bara fram með einhverjum öðrum hætti. Það er bara ekki rétt af mínu mati. Við eigum að setja þetta fram raunhæfa áætlun sem við höfum gert og við eigum bara að vera stolt af því og við samþykjum hana hér öll á lokum. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson, lokið máls sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka fyrir bara þá umræði sem hefur farið hér fram. Þetta er búið að vera mjög gagnlegt. Þessi vinna er búin að vera, mikil, en gengið afskaplega vel að mér finnst. Svo breyting sem varð á milli fyrstu og annar umræðu er sem sagt í mínum huga að fá þarna fram með borgarbrautina að þær framkvæmdir færist fram 1 ár. Það tryggir okkur sem sagt lóðir þannig að við fáum samfellu í skipulagi ef að eftirspurn eftir lóðum verður áfram eins og hún hefur verið síðastliðin ár sem er bara sprenging að þá eru við tilbúin til þess að skaffa lóðir ef að til þess kemur.
Við erum núna einhvers staðar það bil með helmingi fleiri byggingar eða íbúðir í byggingu heldur en í meðalári. Þannig að það lýsir svolítið ástandinu og áætlanir fyrir næsta ár gerir ráð fyrir að það ástand verði áframhaldandi. Þannig að á meðan að staðan þannig að þá þurfum við náttúrulega að tryggja að við höfum lóðir til að bjóða. Varðandi verðlagningu á lóðum að þá höfum við tekið það skref að selja lóðir eða bjóða lóðir á miðbæjarsvæðinu og höfum þegar selt fyrstu lóðina sem var Hofsbót 2 sem gekk bara ágætlega. Við höfum síðan BSO-reitin sem stór og mikil lóð sem ætti að geta fært okkur verulega tekjur og eins og búið að nefna hér að þá erum við að horfa á Akureyrarvöll sem mjög flottur þéttingarreitur en það eru líka aðrir þéttingarreitir í bænum sem við erum að vinna í að skipuleggja sem að koma til með að færa okkur fleiri 100 milljónir í tekjur. Við erum að horfa til þess líka. Þannig að við þurfum að nýta þessa innviði, þétta byggðina, fara svolítið upp í loftið og þetta því miður með Oddeyrina að við skildum ekki ná því að fara upp í loftið á Oddeyrinni svolítið synd því að samkvæmt þeim reglum sem gilda hjá Íshavíja að þá Oddeyrin eina svæðið á Akureyri þar sem við megum byggja 40-50 metra upp í loftið. Önnur svæði á Akureyri miðað við það við megum ekki fara hærra en með minnir 18 metra frá sjávarmáli. Nei, frá grunnjörð sem sagt. Þannig að þar byggjum við aldrei hærra en 6 hæðir. Þannig að í nýskipulegum Kollugerðishaga sem við gerum ráð fyrir 7-9 hæða húsum, þar þurfum við að lækka okkur ofan í 6 hæðir. Oddeyrin sem sagt svæðið þar sem við megum byggja virkilega upp í loftið. Þarna megum við byggja 9 hæða hús. Þannig að þessi áform okkar sem því miður fóru út súginn, það ég segi, að þau voru byggð á ákveðnum reglum og allt það, en við þurfum kannski að hafa meiri framsýni og þurfum kannski að taka þetta bara upp á vettvangi nýrrar bæjarstjórnar, hvað við viljum gera með nýtt aðalskipulag og hvernig við viljum sjá Akureyri þróast. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson, lokimálsinn orðið laust. Þegar fleiri hafa ekki hvart sem hljóðs, þá segjum við þessari umræðu lokið og við munum bera upp áætlunina í dálítið mörgum pörtum. Þannig að byrjum á áætlun fyrir aðalsjóð. Þeir sem geta samþykkt hana, gefur merki. Það eru 11. Síðan það áætlun fyrir A-hlutastofnanir. Það segja eignasjóð Gatna, Fasteignir, Akureyrarbæjar og Framkvæmdamiðstöð. Þeir sem geta samþykkt þá áætlun, gefur merki. Það eru 11. Takk fyrir það. Svo það samstæðureikningurinn fyrir A-hluta. Þeir sem geta samþykkt hann, gefur merki. 11. Þá það B-hlutastofnanir sem það Bifreiðastæðasjóður Akureyrar, Byggingasjóður Náttúrufræðistofnunar, Félagslegar íbúðir, Gjafasjóður ÖA, Hafnasamlag Norðurlands, Hlíðarfjall, Norðurorka og Strætisvagnar Akureyrar. Þeir sem geta samþykkt áætlun fyrir þá, gefur merki. 11. Svo komið að samstæðureikning fyrir A- og B-hluta. Þeir sem geta samþykkt hann, gefur merki. 11. Framkvæmda yfirleitt Akureyrarbæjar fyrir aðalsjóð A-hluta og B-hluta. Þeir sem geta samþykkt það, gefur merki. Það eru 11. Þá eru lagðar fram eftirtaldar bókanir vegna fjárhagsáætlunar. Starfsáætlanir, bæjarstjórn felur nefndum og ráðum að yfirfæra starfsáætlanir í samráði við stjórnendur og gera á þeim þær breytingar sem nauðsynlegar eru með tillit til fjárhagsáætlunar Akureyrarbæjar. Bæjarstjórn mun svo taka starfsáætlunina til umræðu. Þeir sem geta samþykkt þetta, gefur merki. Það eru 11. Þá það kaup á vörum og þjónustu. Nýta skal kosti almenna útboða við framkvæmdir og vöru- og þjónustukaup. Það sem því verður við komið, sérstök áhersla verður lögð á að ná ýtrustu hagkvæmni í innkaupum og meta skal endurnýjun á þörf búnaðar sérstaklega. Gerðir skulu þjónustusamninga við félög, fyrirtæki og stofnanir á þeim sviðum sem hagkvæmni slíkra samninga getur notið sín. Þeir sem geta samþykkt þetta, gefur merki. Það eru 11. Nú komið áherslum við framkvæmd fjárhagsáætlunar 2022.
Bæjarstjórn ítrekar tilmæli til stjórnenda bæjarins að gæta ítrasta aðhalds í öllum rekstri bæjarins á árinu 2022. Mikilvægt að allri yfirvinnu sé haldið í lágmarki og þeim eindregnu tilmælum beint til stjórnenda að meta vandlega yfirvinnu þörf og leita leiða til að draga úr henni. Jafnframt skulu stjórnendur meta sérstaklega þörf á nýráðningum og möguleika á hagræðingum með breyttu verkferli þegar störf losna. Allar slíka breytingar þarf að leggja fyrir viðkomandi nefnd og bæjarráð. Þeir sem samþykkja þetta gefa merki. Það eru 11. Þá þessu lokið þannig nema bæjarstjórn lítur svo á að með afgreiðslu frumvarpsins hafi verið afgreitt erindi og tillögur fjárveitingar sem borist hafa bæjarráði og vísað hefur verið til gerðar fjárhagsáætlunar. Ég lýsi því sem sagt þá hér með yfir að 9. lið dagskrárinnar ásamt 1. lið fundargerðar bæjarráðs frá 9. desember séu afgreidd.